Sölvi, tapið hérna að Kópavogsvelli hlýtur að vera gríðarleg vonbrigði. Já, þetta var virkilega svekkjandi tap. Bara, ég veit ekki hvað ég segja, sko. Við vorum dálítið undir í návíunum dálítið í þessum leik. Tobias Thompson var að gera okkur erfitt og erfitt að fíla við lönguboltana hjá þeim. Annars fannst mér þetta bara tiltölulega svona jöfn barátta í leiknum. Þeir bara svona, mér fannst þetta detta dálítið fyrir þá. Mörkin sem þeir fá, klaufaskapur okkar hálfu. Við hefum hæglega getað, spila betur út frá markinu en í fyrsta markinu. Þeir vinna seinni boltan sem þeir gerðu vel í fyrri hálfleik og hann detti svona, við erum dálítið slitnir í því marki. Annað markið, bara, fyrirgjöf sem að kemur fyrir og hann skallar fyrir markið. Við erum búin að vera sterkir í fyrsta leikatriðunum, varnarlega séð og við klikkum þarna bara. Við erum dálítið svona reaktív í leiknum. Við erum að bregðast við þeirra í staðinn fyrir að vera proaktív og vera á tánum og vera búin að sjá hlutina fyrir. Þriðja markið sýnist að vera rangstæða og skalla brotið á hann þegar hann nýtir í baki á Gunnari en annars bara, já, mjög svekkjandi tap. Eitthvað í Blika-liðinu sem kom þér á óvart í dag, í leik þar í dag? Nei, í raun og veru ekki. Kom mér svo sem ekkert óvart í þeirra uppstillingu eða hvernig þeir spiluðu. Við bara díluðum illa við þessa löngu bolta. Hvort sem það hefði verið klaufaskapur af mér, ég átti að tjekka aftur á því að fara í fimmmanna vörn og stíga svona hátt á þá. Það voru nokkri hluti sem við fórum yfir í hálfleik. Pressan í fyrri hálfleik var ekki, hún var ekki nógu góð. Við vorum dálítið að klikka á því. Ætluðum að setja meiri pressa á þá en við lögfærðum það í seinni hálfleik en samt sem að þú verður að vinna baráttuna í leiknum, þú verður að vera klár í seinni boltana þegar þetta er svona, þegar þú ert að spila maður og mann, það er stórt svæði sem boltinn er að detta á, þannig að þú verður að vera proaktív, getur ekki verið reaktív, bíða og sjá hvað boltinn lendur, þú verður að þefa það við. 3-0 tap, það hefði getið verið fleiri mörg á báða, bara hvar fannst þetta svona að fara í dag? Hvað segirðu? Hvar bara fannst leikurinn tapast í dag? Hvað er í úrslitunum að þínum? Ég átti nú aðeins að sjá þetta betur en mér fannst bara að þeir á betri degi. Þeir voru klínískari þegar þeir fengu sína stöðu. Við fengum vissulega líka okkar stöðu til þess að skora mörkin en þeir voru bara klínískari í dag. Staðan á Nico Hansen, hann kemur inn og mann fannst allan Víkingsliðið svolítið bara batnum til muni eftir sérstaklega sóknarleikurinn þegar hann kemur inn og bara hver er svolítið staðan á honum? Hún er bara fín, hann fekk deadleg í seinasta leik og átti svona, var frekar aumur í lærinu og stífur í lærinu en hann, rétt sem þú segir, hann kom inn með mikinn kraft. Hann er bara búinn að vera mjög flottur fyrir okkur og þegar hann hefur verið að koma inn og þá, þú veist hvað að fara frá Nico og það er bara grimmd og kraft og hann kveikir dálítið í liðinu sem hann gerði í dag. Mögulega hefði ég átt að setja hann fyrir inn á í dag. Þannig að þriðja markið vildi fá rangstöðu og þetta brot líka á Tobias sem hrindir í Gunnar Valdimar, bara hvað svör farið frá dómaranum varðandi það? Þú færð engin svör frá þeim. Það er bara að lyfta öxlum og segja að fara aftur inn í báðvagn. Bara framlýslega Víking í dag, snertir aðeins á henni bara í byrjun, bara svona hvernig veitur hann eða bara svona í heild sinni? Mér fannst þið bara ekki mæta almennilega til leiks. Við vorum einhvern veginn, ég veit ekki hvort að við erum þægilegir með 4 stiga forskoti hérna á þetta, þannig að þú veist, þó við myndum tapa þá værum við í efsta sætinu þrátt frá ári. Ég veit ekki hvort að það smittar inn í þetta, en við fannst við bara ekki klárir í seinni boltana slagsmáli sem að þarf í svona þegar þú ert að spila maður og mann. Það er liðin fór í maður og mann í pressu og við vorum bara ekki nóga grimmir í þessa dauðu bolta, ekki nógu proaktív og síðan á boltanum líka þá, sérstaklega fyrir hálfleik, þá hefði við getað verið miklu meira kúl á honum og reynt að spila honum og því að það voru alveg tækifæri. Þú ert að spila maður á móti mann eins og þeir eru að pressa okkur, þá þarftu bara, hefur verið stórt svæði til þess að vinna því mann og við vorum bara ekki nógu hugrakir í því. Og bara lokum, núna langt í næsta leik, bara hvernig metur núna bara framhald á næsta dag? Það hefði vissulega verið þægilega að fara inn í fríhíð með sigar á bakinu en enga síður, bara nú er rúmlega þriðji búinn á mótinu og við erum efstir í deildinni og það er margt jákvætt í okkar leik en það er líka margt sem við þurfum að bæta og laga og við munum bara halda áfram að vinna því. Svolítið takk fyrir að ganga vel.